Minjafélag Sveitarfélagsins Voga var stofnað árið 2003. Markmið þess er að viðhalda og varðveita minjar í sveitarfélaginu Vogum. Síðsumars árið 2004 fékk félagið Norðurkot á Vatnsleysuströnd að gjöf. Við hjá sjónvarpi Víkurhetta skoðuðum Norðurkot á safnahelgi á Suðurnesjum. Norðurkot var byggt árið 1903 og hefur mikið menningarsögulegt gildi í sveitarfélaginu, en er að ræða elsta uppistandandi skólahús þess. Norðurkot var farið að láta illa á sjá, enda hafði það ekki fengið viðhald hinn síðari ár. Húsið var flutt á fyrirhuga minjasvæði sveitarfélagsins að Kálfatjörn og hefur nú verið lokið við endurgerð þess utanhús. Leitast var við að það héldi sig næst upprunalegu útliti. Hugmyndin er að Norðurkot verði nýtt til uppfræðslu á skólasögu sveitarfélagsins Voga og kennsluháttum fyrr á dögum ásamt tilfallandi verkefnum tengdum störfum félagsins. Á safnahelgi á Suðurnesjum var húsið til sýnis ásamt ýmsum munum úr skólasögu Vogamanna. Helga Ragnarsdóttir á sæti í stjórn minjafélags sveitarfélagsins Voga. Byrjaðu að segja mér frá þessu húsi. Hvaða hús er þetta? Þetta er elsta uppistandandi skólahús í sveitarfélaginu Vogum og var að hruni komið hérna 2005, hérna bara hinum megin við túnið við Kálfatjörn, og 2006 var það flutt hingað á hlaðið á Kálfatjörn til þess að gera það upp. Og hverjir eru hugmyndirnar með þetta hús? Það er að hafa í því skólasafn og gera merkilegri skólasögu sveitarfélagsins skil. Hún er 144 ára gömul í ár. Og skólarnir hafa verið nokkuð víða hreppinn? Já, þegar þetta skólahús er í notkun þá er þetta svona nokkurs konar hjáleiga. Þá var aðalskólinn í hverfinu, eða Brunnastaðahverfi, og þessi skóli og annar skóli á Vatnsleysu voru hjáleiguskólar til þess að börnin þurfti ekki að ganga eins langt. Þá var fjöldi barna svo mikill á Vatnsleysu og hérna á Kálfatjarnarsvæðinu. Þú segir þetta hús stóð annar staðar en var svo flutt hingað. Segð mér aðeins frá minjafélaginu og svona þessari vinnu sem þið eru að vinna þar. Minjafélagið er stofnað svona bara eiginlega í kringum þetta hús. Upphaflega. Þá var húsið bara að hruni komið eins og ég sagði þarna 2005 og félagið stofnað til þess að halda utanum bara viðgerð á húsinu og flutninginn og það allt saman. Og síðan hafa svona rekið á fyrir okkar önnur verkefni eins og hlaðan á hlaðinu hérna á Kálfatjörn og gamall bátur. Og við höfum safnað gömlum myndum og það er svona ýmislegt sem er að reka á fjörur okkar og eflist alltaf þegar að fólk sér að það er verið að gera einhverja góða hluti, þá eflist starfið alltaf og fleiri verkefni koma. Þetta hlýtur að kosta ykkur peninga. Hvernig afliði fjár fyrir þetta allt saman? Já, peningar eru aðalmálið. Það er erfitt að nálgast þá núna. En Húsafriðun ríkisins hefur styrkt þetta verkefni ásamt sveitarfélaginu og fyrirtækjum. Það eru svona aðalstyrktar aðilarnir okkar í þessu. Og þið eru að halda núna svona skólasýningu hérna í húsinu. Þið hafi verið með sýningar á aðvendunni, svona jólatengda sýningar. Er svona eitthvað frekari not fyrir húsið? Já, bara námskeiðshald og taka á móti til dæmis bara skólabörnum. Kenna þeim og sýna þeim bara söguna, hvernig hún hefur verið. Gamla hluti, bækur og annað og útbúa kennsluefni sem við getum lagt fyrir krakka. Þá úr skólanum hérna, Stóruvogsskóla og jafnvel bara nágranna sveitarfélögum.